Takk fyrir. Með klappa þegar ég er búinn, eða ekki? Liggur eitthvað á. Já, ég landfræðingur, heiti Albert Svan Sigurðsson og ég starfa hjá Hagstofu Íslands, en ég hérna ekki á þeim nótunum heldur af því að ég er formaður félags sem heitir BN, sem Basic Income Earth Network, sem alþjóðleg samtök og við höfum stofnað svona lítið útibú hérna sem heitir BN Ísland, eða Æsland kannski þá. Og við erum svona að reyna að kynna þessari hugmyndir borgaralaun og skilyrðislausa grunnframfærslu og sum okkar hafa meira að segja áhuga á því að breyta titlinum úr borgaralaunum yfir í eitthvað meira lýsandi, af því að þetta náttúrulega er svolítið gildislaðið að tala laun fyrir þessa grunnframfærslu, en við erum ekki alveg komin með niðurstöðu annað hugtak og svo er oft erfitt að breyta hugtökum sem eru búin að vera í umferð lengi þó þau séu röng. En að þessum titli hérna, ég ætla að taka tilbaka hérna þetta sem er komið. Útópía er í rauninni hugmynd en ekki staður, og þó að ég sé landfræðingur og fjalli aðalega þá lönd og ríki og það sem er inn í þeim og samskipti þeirra á milli, þá er í rauninni varla hægt að kalla útópíu stað, heldur það eins og Thomas More sagði árið 1500 og eitthvað í bókinni Útópía. Þetta er í rauninni hugmynd, en það þýðir ekki að við getum ekki farið þangað. Í rauninni eigum við alltaf að vera að fara í áttina að einhverju góðri hugmynd, einhverju framtíðarsýn sem okkur líst vel á. Og í dag erum við að upplifa útópíu sem að einhverju sá fyrir kannski 30 til 50 árum. Við erum með netstreymi, við erum með tölvur og við erum með farsíma í vassanum sem að við erum vonandi búin að slökkva á, og við erum með alls konar velferð og tækni sem í rauninni við erum sem eru forréttindi með það sem fólk hafði áður. Og ég setti á glærur nokkra punkta sem að gætu verið í tímaröð, og þar ætla ég að byrja á því að tala einhver svona skref í átt af þessari útópíu sem við getum ímyndað okkur sem að borgaralauna samfélag eða sjálfbært samfélag framtíðarinnar gæti verið. Og hvaða skref þurfum við að taka til að komast þangað? Það eru náttúrulega mörg sem við þekkjum. Það eitt er hækkun persónuafsláttar. Persónuafsláttur eru pínlítil borgaralaun. Þau eru algjörlega skilyrðislaus, allir fá persónuafslátt, og mér vitandi þá er Ísland bara eitt af fáum ríkjum, allavega í Evrópu, sem býður upp á þennan persónuafslátt. Og hví ekki að fara að hækka hann? Það er nú margsinnis búið að skoða það. Önnur úrræði sem við getum skoðað, það er afnám bótaskerðinga. Halldóra sem var áðan og er þingkona Pírata, hún hefur skoðað þetta á Alþingi og komið með fyrirspurnir og mjög markvissar fyrirspurnir og lagt fram frumvarp, já, bætir hún við, þess efnis að skoða hvað felst í þessum bótaskerðingum sem er í rauninni að hefta og bætur til fólks og spara ríkinu pening í leiðinni. Og niðurstaðan þegar ég las svör velferðarráðuneytis við þessum spurningum var í rauninni að það er verið að spara þarna í kringum 100 milljarða á ári með því að skerða bætur fólks. Og þessir 100 milljarðar af 900 milljörðum sem að ríkið er að taka inn og velta er í rauninni þá einn níundi af tekjum ríkisins sem að verið er að spara. Og síðan er annað mál að stöðugt á hverju ári er ríkið síðan að bæta á kostnað vegna stuðnings við atvinnugreinar og fyrirtæki og ákveðna slíka, og það er í rauninni bótaskerðingin er að fara þá í einhverjar atvinnugreinar meira og minna ef maður vill lítið á þannig, en svo náttúrulega getur einhver annar séð eitthvað allt annað út úr þessum tölum.
Þannig að afnám bótaskerðinga gæti í rauninni verið svo útópía sem okkur vantar. Kannski þarf ekki að fara lengra, kannski nóg að skoða þær hugmyndir og ég mjög ánægður með einmitt Hauk hérna áðan að benda á ýmislegt sem er ýmsa vandkanta í hugmyndinu borgaralaun vegna þess að það alveg rétt að það ekkert endilega víst að við þurfum að fara alla leið þangað að greiða öllum skilyrðislausa grunnframfærslu. Heldur getum við skoða þetta skref fyrir skref, en það þarf þá alltaf að stoppa og meta eftir hvert skref hvað árangur hefur náðst. Enn eitt skrefið gæti verið, og sem hægt að byrja á ennþá fyrr, þetta þarf ekki endilega verið í þessari röð, það númer 3 á glærunni hérna í velferðarskrefunum, það skerðing eða fækkun vinnustunda, leyfa fólki að njóta meiri frítíma án þess að skerða launin. Þetta eru hugmyndir sem eru í gangi og það hafa verið tilraunir með þetta og það virðast hafa gefið góða raun. Og þetta náttúrulega eitthvað sem eykur lífsgæði að þurfa ekki að stimpla sig inn og sitja eða vinna í 8 tíma og sumir segja að það auki framleiðni, fólk gerir meira á skemmri tíma ef það fær sömu laun og fær síðan að fara heim og sinna börnunum, fjölskyldunni, áhugamálunum og tónstundunum eða íþróttunum eða hvað sem fólk vil gera. Síðan er það hugmyndin neikvæðan tekjuskatt. Kannski ef hinar 3 hugmyndirnar duga ekki, þessi 3 skref, þá gæti við fara að skoða neikvæðan tekjuskatt. Það í rauninni hugmyndin það má orða það öðruvísi, þá ertu búin að hækka persónuafslátt upp í einhverja grunnframfærslu viðmið sem getur verið 150.000, 200.000, 300.000 krónur á mánuði, við vitum það ekki. Þetta er eitthvað sem á eftir að reikna. Það er ekki nógu gott að nota 300.000 króna töluna sem einhver stjórnmálamaður hendi fram í hitti fyrra til þess að kæfa hugmyndina, en heldur að það er hægt að reikna grunnframfærslu viðmið á margan hátt og það þyrfti að gera það opinberlega. Og þegar búið að hækka persónuafslátt upp í þessi grunnframfærslu viðmið, þá erum við í rauninni með eitthvað sem mætti kalla neikvæðan tekjuskatt. Við greiðum þeim sem ekki ná lágmarkstekjunum það sem vantar upp á, kannski ertu með 0 í tekjur, þá færðu upp að grunnframfærslu viðmiðunum sem getur verið 200.000 krónur frá ríkinu og ef þú ert búin að vinna þér inn 50.000 krónur þá færðu 150.000 krónur sem vantar upp á. En lykillinn að þessu er náttúrulega að ríkið ekki að setja neinn skilyrði að þessum bótum. Þetta eru skilyrðislaust, alveg svo persónuafslátturinn. Og það það góða við þetta. Þá í rauninni ekkert verið að skerða krónu fyrir krónu eftir því sem þú vinnur þér inn meira. Ríkið í rauninni á ekkert að vera að skipta sér hvað fólk gerir. Það er ein útópían í þessu. Og þá getur fólk unnið hálfa vinnu og þá þessi hugmynd fækkun vinnustunda per dag kannski orðin óþörf vegna þess að fólk velur sér sjálft hvað það vinnur mikið, en það fær þá alltaf grunnframfærslu til þess að geta lifað af mánuðin. Næsta skref, ef þetta dugir ekki, það gæti verið þessi skilyrðislausa grunnframfærsla eða eiginleg borgaralaun, þar sem að allir landsmenn hafa rétt á þessari grunnframfærslu án þess að tekið sér tillit til þess hvort þeir sé að vinna sér einhvern pening eða ekki. Og síðan ef þetta dugir ekki, þá þurfum við kannski að fara að styrkja innviði velferðarkerfisins sem eru þá heilbrigðisþjónusta, menntakerfi og annað. Í rauninni þyrftum við að gera það samhliða allan tíman, þannig að það kannski ekki rétt að setja þetta þarna aftast í röðina. Og síðan setti ég þarna númer 7 að breytt valdahlutföll í samfélaginu. Það er kannski eitthvað sem Halldór að koma aðeins inn á áðan, er að þegar fólk getur valið meira hvað það gerir við líf sitt og tímann sinn, þá hefur fólk meiri völd. Þá missa fyrirtækin völd, stjórnmálamennirnir missa völd og þetta eru ný valdahlutföll og þetta eru bara ný hugsun og það er ekki hægt að kalla þetta annað en útópíu frá okkar sjónarhóli núna. Ég setti þarna við hliðina annan lista yfir tækniþróun vegna þess að eitt af því sem að hvetur hagkerfið mest og breytir mestu vanandi hagkerfið, eins og við höfum séð
síðustu árhundruð í rauninni tækniþróun. Allt frá þróun prenttækni upp í síðast núna bara interneti, þar sem að fólk getur talað við hvert annað heimshorna á milli á sama tíma, keyrandi í bíl með vídeo. Þetta er ótrúlegt, sko. Og hefði einhver sagt okkur þetta fyrir 20-30 árum, þá hefðu við bara sagt þetta er bara vitleysa, sko. Hvernig dettur þetta í hug? Að tala við einhvern veginn á vídeo í bíl milli landa. En þetta er hægt núna, og það sem við höfum séð núna í svolítinn tíma er að tækni og sjálfvirknivæðing starfa og atvinnugreina er alltaf að aukast. Þannig að það er í rauninni hvati fyrir breytingar og hvati til þess að endurskoða þetta launakerfi og þetta hagkerfi sem við höfum verið að lifa við síðustu áratugina. Sjálfvirknivæðing í samgöngum, sjálfkeyrandi bílar, það er ofsalega gaman að tala um það. Það er eitthvað sem er ekki alveg komið, og þó, það er ekkert langt síðan að beinskiptir bílum var skipt út í meira magni fyrir sjálfskipta bíla, og það er alltaf að aukast tæknin í bílunum, og jú, þetta enda með því að það verður einhvers konar sjálfkeyrandi ökutæki, og kannski verða fljúgandi drónar ökutæki, sjálfkeyrandi, sjálffljúgandi og allt þetta. Þetta eru breytingar sem að koma til með að breyta mörgum störfum í mörgum geirum og flutningsleiðum. Ég nefni hérna líka þrívíddarprentun á nauðsynjavörum. Mér finnst það mjög spennandi kostur vegna þess að ég búinn? Nei, hvað stóð þarna? Ég bara taka mig. Nú, ok. Já, þrívíddarprentun, það er hérna til í tölvubúðunum, það eru til þrívíddarprentarar með litlum svona fígúrum, það eru litli kallar og stólar og svona, og þetta er, ég man þegar ég sá fyrstu tölvurnar með svona mús, og ég hugsaði, wow, þetta verður eitthvað skrítið, til hvers þurfum við þetta? Og svo horfum við núna á svona þrívíddarprentara með litlum stól og litlum stiga og einhverjum kalli, og ég kannski sé fyrir mér, kannski verður þetta komið á öll heimili eftir 30 ár, og við getum prentað út okkar inniskó, okkar bolla og okkar gleraugnahulstur og flestar svona nauðsynlega vörur. Og vonandi getum við endurnýtt síðan vöruna, sett hann aftast í prentarann, og hún fer í gegnum einhverja hitakerfið, og við endurnýtum hráefnið. En þetta er útópía. En þetta er eitthvað sem kemur til með að breyta ofsalega miklu. Ef við getum prentað heima hjá okkur svona helstu nauðsynjavarning, þá þurfa Kínverjar ekkert að vera að framleiða neitt, og við þurfum ekkert að láta senda frá Kína alls konar varning í gegnum marga milliliði og borga. Við þurfum hráefnið til þess að fæða prentarann. Kannski mun þetta heita einhverju öðru nafni heldur en prentari, ég veit það ekki. Vonandi. Síðan þurfum við eitthvað svona forrit sem að prentari vinn eftir. Þannig að ef þið ætla að fara að fjárfesta í þessari framtíð, þá skulle þið fara að kaupa hlutabréf í einhverjum hráefnisiðnaði eða fyrirtækjum, og hins vegar í hugbúnaðarfyrirtækjum, vegna þess að hugbúnaðurinn sem knýr þessa prentara, það mun kosta eitthvað að fá fallegan bolla útprentaðan. Þú ert að borga fyrir forritið. Þannig að hugbúnaðarréttindi og hráefni eru kannski hagkerfi framtíðarinnar, ekki flutningar og lausa sala hér og þar, sko. Síðan er annað sem einmitt felst í þessari tækniþróun, það er þá mengunarlaus, minni mengun af flutningum, minni mengun af vegna sjálfvirknivæðingar bifreiða, og ef við förum rafbílaþróunin eykst, þá mun það líka stuðla að ákveðnum umhverfisúrbótum, og þetta er náttúrulega helst algjörlega í hendur að sjálfbærni í samfélaginu, og síðan þessi tækniþróun, og þá vonandi grípum við boltan og breytum þá líka stjórnmálunum í leiðinni. Og ég ætla aðeins að fara stjórnmálin eru nefnilega eitt sem þarf að taka tillit til. Við getum ekki hort bara á tækniþróun eða bara á hugmyndunum borgaralaun. Við þurfum líka að skoða hvað þarf til þess að þessir hlutir geti orðið. Vegna þess að fyrirtækin og stjórnmálamennirnir, ég ætla að nefna fjórflokkin, af því að það er svo skemmtilegt orð.
Það svona gamaldags hugsanafar, það vill ekki breyta. Þeir sem eiga fjármagni núna, þeir vilja halda því, eins og kom hérna fram áðan, og fólk vill taka þátt í þessu kerfi, neyslu og bóta og reyna hver að vinna fyrir, fá sem mest út úr þessu fyrir sjálfan sig og fyrir sína. En hugmyndirnar að auka beint lýðræði, þannig að taka völdin svolítið frá, allavega þá frá hinu opinbera, frá sveitarstjórnum og frá ríkinu, frá Alþingi og ríkisstofnunum, það eitt af því sem í rauninni forsenda þess, og mér finnst það vera svolítið svar við því sem að þú nefndir áðan, Haukur, að þetta mun ekkert gerast. Þessi borgaralauna þróun, hún mun ekki gerast 1, 2 og 3. Það þarf fullt af hlutum að breytast í leiðinni og það þarf að vita af því að það þarf að breyta þessum hlutum. Og eitt af því einmitt aukið beint lýðræði, íbúðalýðræði, beinar kosningar sem að fólki getur beðið tiltekin málefni til þess að stöðva einhverja þróun sem að þeir líst ekki nógu vel á, hugsanlega. Svo annað, það náttúrulega auðlindarentan, og ég í rauninni bara að tala það sem að stjórnlagaráð setti fram árið 2012. Ég að tala hugmyndina nýja stjórnarskrá. Það þarf flest af því sem að þar kom fram í rauninni það sem við þurfum til þess að breyta samfélaginu í áttina að sjálfbærni samfélagi og hugsanlega borgaralauna samfélagi, ef við viljum kalla það, eða bættu velferðarsamfélagið kannski. Þetta mun krefjast þess líka að styrkir til atvinnuvega, við verðum kannski að fara að endurskoða það. Gamla hagfræðin sem að margir skrifuðu fyrir 30-40 árum að meginverkefni ríkisins sé að skaffa störf fyrir þegnana, það kannski að verða úrelt hagfræði. Kannski ætti núna megin hlutverk ríkisins eða í framtíðinni að vera að skaffa fólki hamingju eða frítíma eða bara grunnviðurværi, þannig að fólk geti síðan ákveðið sjálft hvernig það vill lifa lífinu. Þetta, til dæmis hugmyndin borgaralaun og meiri sjálfvirkni og tæknivæðingu, þetta getur hvatt til aukins rekstur smáfyrirtækja. Ef að ég myndi fá einhvers konar grunnframfærslu, þá myndi ég hugsanlega hætta að vinna hjá ríkinu og fara að framleiða eitthvað eða gera eitthvað svona mínum hugðarefnum. Ég veit ekki alveg hvað það getur orðið, en það ýmsar hugmyndir sem maður hefur. Ég held að hafa allir einhverjar hugmyndir það sem við myndum frekar vilja gera. Að rækta líkamann eða finna upp einhverja nýja uppfinningu eða sinna börnunum eða hvað eina. Þetta allt saman hagkvæmt. Og ekkert af þessu talið með í GDP. 2 mínútur eftir, þá það baráttan verður samt við samsteypurnar. Það punktur númer 5 hjá mér. Undir stjórnmál, að það verður erfitt að eiga við alla hagsmunapotarana sem eru búin að stjórna leynt og ljóst á bakvið tjöldin með alls konar framlögum til stjórnmálasamtaka og þvílíkt. Þannig að það verður erfitt að eiga við þá og þeir munu halda okkur á tánum alltaf. Jafnvel þegar útópían komin, þá verður komin ný hugmynda útópíu þegar það gerist. Eitthvað sem við getum ekki séð fyrir núna. Þannig að það alltaf ný átakamál handan við hornið. Og í tækniþróuninni þar fór ég ekki út í það að það eru síðan vísindahugmyndir plasmaframleiðslu og nanotækni sem eru mjög framúrstefnulegar og það eru mjög mörg ári að þetta verði raunveruleg tækni sem við getum nýtt í daglegu lífi. En nanotækni, það eitthvað, það þýðir kannski að hlutir geta gert við sig sjálfur. Þú veist, að þeirra föt og skór og rúm og fara að eyðast, þá einhverjar litlar verur, ég veit ekki hvað að kalla þetta, nanohlutir eða róbótar jafnvel, getum kallað það, sem að lagfæra það jafnóðum. Þetta fáránlegt, en kannski verður þetta eftir 50 ár bara næstu því raunhæfur möguleiki, hver veit.
Þannig að ég held að við eigum alltaf að taka skref í átt að útópíunni. Við eigum alltaf að horfa út fyrir sjóndeildarhringinn. Við eigum ekki að horfa bara á næstu fjárlög eða næstu ferð í Smáralind eins og var nefnt hérna áðan. Við eigum að horfa mun lengra og það þangað sem við eigum að stefna. Við eigum ekki að stefna því að bæta við smá fjárhæð á morgun og það í rauninni hugmyndin bæði sjálfbærni í samfélaginu og hugmyndir einhverja úrbætur í velferðarkerfinu, hvort sem það í formi borgaralauna eða einhvers annars, að við eigum alltaf að horfa þangað. Lengra heldur en nefið okkar nær, af því að þá fyrst erum við með einhverja stefnu sem við getum tekið þessi skref í áttina að. Takk fyrir.